Þá það þriðji dagskrárliður í útsendinni dagskrá, fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar 2016 viðauki. Guðmundur Baldvin Guðmundsson, bæjarfulltrúi, tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta fyrsti liður í fundargerð bæjarráðs dagsett 15. september þar sem bæjarráðið vísaði viðauka nr. 1 til staðfestingar í bæjarstjórn. Þessi viðauki sem við erum hér að fjalla er í rauninni tillögur eða niðurstöður eða ávísum tillögur aðgerðahóps sem samþykktar voru hér í sumar og var vísað til nefnda sem síðan tóku tillögurnar til umfjöllunar í sínum nefndum og vísuðu aftur til bæjarráðs með beiðni viðauka. Þessi vinna okkar í aðgerðahópnum var sett í gangi í kjölfar gerða fjárhagsáætlunar fyrir árið 2016 þar sem sýnt var að rekstur bæjarins yrði í miklu tapi og þetta voru svona tillögur sem unnar voru aðgerðahópnum til þess að draga úr og reyna að koma jafnvægi á rekstur A-hluta sveitarfélagsins. Þetta var mikil vinna, aðgerðahópurinn fundaði alls 15 sinnum og skilaði tillögum sínum í lok maí og þessu var síðan vísað úr bæjarráði til nefnda í byrjun júní. Þessar tillögur sem þessi viðauki hljómar upp á 317 milljónir og það ekki beint hægt að segja að það sé 317 milljónir í hagræðingu vegna þess að þarna eru inn í 108 milljónir króna tekjur af arðstekjur frá Norðurorku sem koma þarna inn í þetta vegna góðrar afkoma Norðurorku árinu 2015. Eins vorum við að gera ráð fyrir í þessum viðaukum á einstaka málaflokka 34 milljónir krónur í tekjuauka, þannig að hagræðingartillögurnar hljóðuðu samtals upp á 175 milljónir króna. Þetta var ekki stóra tölur á neinum stað eins og bæjarfulltrúar vita og bæjarbúar geta kynnt sér í gögnum sem fylgja með í fundargerð bæjarstjórnar. Það skal hins vegar tekið fram að þau gögn sem lögð voru fram í bæjarráði síðastliðinn fimmtudag voru því miður ekki alveg alls kostar rétt, það að segja að það fylgdi inn í því smá texti sem ekki átt að fylgja og olli svolítið misskilningi hjá meðal manna hér í bænum en það skal tekið fram að það var nú þannig að það var ýmsum steinum velt við í vinnu aðgerðahópsins og margir þættir skoðaðir. Það var það þannig að það fengu ekkert allir að það var ekkert farið í allar aðgerðir sem menn voru að velta fyrir sér. Þannig að þær aðgerðir sem þar umræddi og komu fram aðalega held ég eingöngu hjá íþróttaráði, það voru aðgerðir sem ekki var farið í og ekki í þessum viðauka tillögum okkar. Það texti sem fylgdi náttúrulega þar kemur fram hvaða liði verið að ráðast í að hagræða í en þessi sem þarna fylgdu og ollu smá misskilningi, það skal tekið fram að það var ekki verið að taka inn í þessar aðgerðatillögur okkar. Þessi viðaukar og þessar tillögur voru alltaf unnar í góðri samvinnu allra flokka, það kom allir oddvitar flokkan að þessu og auk þess sem við vorum í góðu samstarfi við nefndir. Það svo lítið annað að segja nema það að það sem kannski að auki í þessu það að aðgerðahópurinn lagði til ríflega 15 tillögur ýmsar aðgerðir til þess að bæta rekstur sveitarfélagsins til lengri tíma litið og sú vinna í gangi og við munum náttúrulega ýta á eftir henni á næstu vikum og mánuðum og vonandi sjáum við frekari árangur af þeirri vinnu á næstu árum. Það kannski hægt að segja frá því hér að þrátt fyrir þennan árangur sem við höfum þó náð með þessum aðgerðum, þá bendir margt til þess að reksturinn verði áfram erfiður. Við höfum verið að fá á okkur mikið það verið að ganga frá kjarasamningum á árinu sem hafa haft í för með sér afturvirka breytingar. Þannig að við sjáum nú fram á að það nú að koma viðauka vegna þessa og verið að vinna að þeim viðaukum og verður lagt fyrir bæjarráði í næstu viku og kemur þá aftur inn hér til samþykktar á næsta fundi bæjarstjórnar. Það sem mikið meira þetta að segja, þessi viðaukum bara lagðir hérna fram til staðfestingar í bæjarstjórn. Takk fyrir. Guðmundur Baldvin Guðmundsson, bæjarfulltrúi, lokið máli sínu. Næst tekur til máls Gunnar Gíslason, bæjarfulltrúi.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég er rétt að koma upp undir þessum lið og fara kannski aðeins yfir það sem að mér sem oddvita í minnihlutanum varðar. Það er alveg ljóst að við lögðumst á áræðna með það að vinna saman að því marki að reyna að lækka kostnað Akureyrarbæjar rekstrarlega síðan þessu ári og það tókst á mörgu leyti og það er rétt sem kom fram hérna hjá bæjarfulltrúa Guðmundi Baldvin að það er stór hluti að þessari lækkun felst í auknum tekjum. Hins vegar er mjög margt í þessum aðgerðum sem er þess eðlis að ég efast að það standi til lengri tíma og ég samþykkti þessar tillögur aðgerðahópsins á sínum tíma og stend á bak við þær. Fyrst og fremst kannski vegna þess að við samþykktum líka að fara í aðgerðir til þess að skoða rekstur bæjarins til lengri tíma, til þess að gera áætlanir og breyta vinnubrögðum sem gætu haft áhrif til þess að við bættum reksturinn til lengri tíma litið. Og það er kannski lykilatriði í þessu. En mér langar líka til að benda á það eru þarna einhverju 10 milljóna inn í þessum aðgerðum sem voru í raun og veru fjármuni sem búið var að samþykkja með einum öðrum hætti þegar fjárhagsáætlun er samþykkt að kæmi inn sem viðbót á þessu ári. Þar má til dæmis nefna 8 milljónir í samfélags- og mannréttindaráði vegna forvarnamála, þar má nefna mannauðsstjóra og skóladeild sem voru einhverja 4 milljónir, þar má nefna tæpar 7 milljónir sem voru samþykktar vegna viðbótar starfskrafts á Akureyrarstofu og þannig má telja nokkur dæmi. Og þetta eru kannski atriði sem að ég held að við þurfum bara að gæta okkar á í framtíðinni, að við erum ekki að setja inn í fjárhagsáætlun með þessum hætti ef við erum ekki að sjá fyrir endan á því að við náum endum saman strax í upphafi. Því að þó að markmiðið hafi verið það eins og það var útskýrt hér í þessum sal á sínu tíma að þarna væri verið að gefa kost á því að setja þetta inn og síðan getum við þá komið tillögur það að lækka kostnað á einhverju öðru á móti, þá held ég sé miklu nær að gera það þá bara strax frekar en að fara þessa leið. Og þetta er bara það sem ég vil svona aðeins draga fram í þessari umræðu því að það er nefnilega býsna stór hluti af þessum 170 milljónum sem að þarna ræðir sem er flokkaður sem lækkun á rekstrarkostnaði sem er raun og veru áætlaður rekstur en kom aldrei til. Þannig að þetta er eitthvað sem ég held að þetta maður hafa í huga. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason er að lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóli Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þessar tillögur sem eru útkoma úr þessum starfshóp vil ég nú kannski meina að sé ofmælt að séu svona sameiginlegur afrakstur okkar allra sem sátu í hópnum vegna þess að ég samþykkti þetta ekki þessar tillögur. Við lögðum á stað með örugglega mjög, eða kemur í ljós eftir á, mjög ólíkar væntingar til þessara vinnu sem að hefur verið svona rædd og komið fram í bókunum og ég hef lagt svona mínar ástæður fyrir því að ég samþykki ekki þessar tillögur fram í bókun í bæjarráði. Svo sem ekki að fara neitt sérstaklega út í það. Ég meina það er bara þannig að stundum er bara fólk ekki á sömu línu og er ekki að hugsa það sama og hefur ekki sömu væntingar til verkefna. Og maður er náttúrulega í pólitík hérna að læra alveg á fullu og þetta hefur verið svona, held ég, það verkefni sem ég hef tekið að mér síðustu 2 árun eftir ég kom inn í bæjarstjórn sem hefur veitt mér hvað mestan lærdóm, svona pólitískan lærdóm, má kannski segja. En það er svona atriði sem mig langar að velta upp í þessari umræðu og það er kannski svona, og það snýr í raun svona mestum hluta bara að því að mér finnst skorta á svona upplýsingagjöf og opna umræðu í kringum þessar tillögur og þennan hóp.
ég hef viðrað allt þetta sem ég segi núna, held ég að sé ekkert sem að koma fram frá mér í fyrsta skiptið. Ég hef náttúrulega ræddi málin frá ýmsum hliðum inn í aðgerðahópnum, en það var svo sem bara svona að láta vita því að hér ekkert sem ég að segja sem ætti að koma neinum á óvart. En til dæmis, sko, varðandi upplýsingagjöf, fyrir að fyrsta þá finnst mér svona dálítið slappt að vera að koma þessum upplýsingum þennan niðurskurð á framfæri svona löngu eftir að hópurinn hefur skilað sér. Þetta er náttúrulega ekki gott inn í umræðuna og svona og ekki góð upplýsingagjöf til almennings. En síðan finnst mér líka, sko, eins og þetta er framsett í gögnunum sem við erum að fá, sem ég reikna með að séu gerð opinber og eru opinber gögn, þessi viðauki þar að segja, þá er ekkert rosalega auðvelt fyrir fólk að lesa mikið út úr þessu þannig og það mætti gera þetta svo miklu betur. En eitt af því sem að ég hef verið mjög svona hugsi yfir að sé ekkert og hefur ekki, og við höfum ekki í raun og veru fengið heldur upplýsingar það, að það er sko hvað af þessum svokölluðu aðgerðum eða breytingum eða hvað að kalla þetta, er sko þróun á, svona eðlileg þróun á útgjöldum. Og til dæmis vegna fækkunar barna á leikskólaaldri, það kemur inn í þetta niðurskurður eða sparnaður á skóladeild. Og mér finnst bara mikilvægt að við vitum hvað er bara svona eðlileg þróun og eðlilega breytingar og hvað eru aðgerðir. Og ég held að það myndi líka bara einfalda og hjálpa í raun og veru sko, til bara í henni almennu umræðu sem að eins og kom fram á getur byggst á einhverju misskilningi vegna þess að gögn ekki nógu skýr eða það fer eitthvað út sem átti ekki að fara út, ég veit ekki með það. Þannig að ég veit ekki hvort að nokkur er með svari núna, til dæmis, þú veist, og ég veit ekki hvort að þó þrátt fyrir að ég hafi lagt það til inn í aðgerðarhópnum að þetta yrði aðgreint, þar að segja hvað af þessu er bara eðlileg þróun og hvað af þessu eru raunverulega sparnaðaraðgerðir. Og svo langar mig til að spyrja aðeins út í þetta með fækkun skólaliða. Það var í umræðinni tengt sko gæslu sem sagt í kjarasamningu kennara var hluti af kjarasamningu að kennarar ættu að fara meira út í frímínútna gæslu. Síðan voru kennarar að fella samning núna í sumar og ég svona velti fyrir mér bara því ég átta mig ekki alveg á því hvernig þetta kemur þá inn í það. Síðan eru bara svona hlutir sem að sko mér finnst allt í lagi að hugsa aðeins sem er til dæmis eins og bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason var að benda á áðan það var gert ráð fyrir ráðningu í nýtt starf á Akureyrarstofu, svo er það dregið tilbaka. En ég velti fyrir mér vegna þess að þetta starf eftir því sem ég best veit var manneskjan sem átti að sjá svona einhvern veginn hafa umsjón með samskiptum Akureyrarbæjar í gegnum samfélagsmiðla. Og það er að mínum að því rosalega mikilvægt verkefni. En það er ekki þar með sagt að það þurfi endilega að bæta við manneskju í þessa stöðu. Þú veist, við þurfum aðeins að hugsa sko af hverju, þú veist, er það akkurat þetta sem við viljum fella út eða viljum við færa kostnaðinn, viljum við bara breyta verklýsingu starfsmanna á Akureyrarstofu. Þú veist, mér finnst þetta bara ekki alveg hugsað til enda. Og við höfum, þú veist, til dæmis, og það er alveg rétt sem að kom fram í máli bæjarfulltrúa Guðmundar að við listum upp dálítið mikið af mjög svona áhugaverðum verkefnum til lengri tíma og sem að mörg hver til dæmis snúa að svona hvernig við getum snúið við íbúaþróun eða ekki snúið við íbúaþróun heldur hvernig getum við aukið svona íbúafjölgun og ég til dæmis velti fyrir mér það ótrúlega góð hugmynd að skera niður eða þess að hætta við raun og veru að taka til hendina á samfélagsmiðlum þegar við viljum reyna að selja fólki hugmyndina að það sé ótrúlega gott að búa í þessum bæ. Ég er ekki viss um að þetta hafi verið góð hugmynd svona til lengri tíma í litið. Þannig ég vilja, þú veist, það má alveg deila svona ýmislegt í þessu. Ég gerði athugasemdir við það þegar við vorum að afgreiða þessa bókun úr þessar tillögur úr aðgerðarhópnum að í mínum huga þá lítur þetta út bara eins og hálfgert flatur niðurskurður sem að bitnar stærstu upphæðnar eru þá teknar úr skólamálum og velferðarmálunum og það var náttúrulega, og ef fólk hefur áhuga því og getur flett upp í umræðum í bæjarstjórn þar sem við vorum að afgreiða fjárhagsáætlun fyrir árið 2016,
þar sem við ræddum og ég sagði þar að ég samþykkti þá fjárhagsáætlun vegna þess að ég var mjög spennt fyrir þessari vinnu aðgerðarhópsins sem átti að fara svona mjög á dýptina og skoða kerfisbreytingar og hvernig við getum virkilega breytt inn í rekstrinum til þess að koma til móts við svona þessa rekstrarörðuleika sem við erum í, sem er kannski þannig að en svo hefur við rifist það reyndar, get ég bara upplýst, í bæjarráði og víðar, hvort að sé að ræða flatan niðurskurð eða ekki, og í raun og veru get ég alveg sagt að það stundur hvergi að þetta sé flatur niðurskurður, en hann er svona aðeins og flatur fyrir minn smekk, skulum við bara segja. Síðan er eins og bent á að sumt af þessu eru auknar tekjur sem verið að gera ráð fyrir, og þá vil ég sérstaklega spyrja bara aukna þátttöku ríkisins í verkefnum samstarfssamning sem að kemur inn sem auknar tekjur hjá Akureyrarstofu, það er 10 milljónir. Þetta í hendi, bara forvitni? En það sem ég nú kannski aðalega svona beina fókusinu mínum á og það er atriði sem bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason kom aðeins inn á, að það eru 8 milljónir sem sparast með því að fresta ráðningu forvarnarfulltrúa sem var samþykkt og þetta er mitt hjartarsmál og ég tel mig hafa fengið þetta samþykkt svolítið í síðustu fjárhagsáætlun gerð og var mjög lukkuleg með það. En þar hafði komið í ljós í fundargerð forvarnateymis sem kallað stóra teymi aukinn vandi barna og unglinga, og þetta er fundargerð frá nóvember 2015 sem að ég fékk senda og fannst mikilvægt að bregðast við þeim upplýsingum sem að kom þar fram. Teymi samastendur af fulltrúum heilsugæslu og skólahjúkrunarfræðinga, sjúkrahúsin á Akureyri, barnaverndar, lögreglu, VFMA, EMMA, forvarnar og æskulýðsmálum hjá Akureyrarbæ, SÁÁ, ungmennahúsi, forvarnar og félagsmálaráðgjöfum, fræðslustjóra Akureyrarbæjar og framkvæmdastjóra fjölskyldudeildar. Þetta er fólk sem situr í þessu svokallaða stóra teymi. Síðan eru áhyggjur þessa teymis, þær koma svo aftur fram í fundargerð frá því í maí síðastliðnum. Það er akkurat á þeim tíma sem við erum að debattera inn í þessum niðurskurðarhóp þennan sparnað, þessar 8 milljónir og á þessum fundi í stóra teymi var farið yfir könnun sem var unnin á vegum Háskólans á Akureyri meðal annarra og sýndi að fjöldi unglinga í hverjum árgangi sem í mikilli kannabisneyslu hefur aukist frá 31 upp í 101. Þetta fannst mér bara og finnst bara háalvarlegt mál og reynsla á öðrum sveitarfélögum hefur sýnt að það er árangursríkt að setja upp sérstakt forvarnarátak sem miðar að því að færa starf forvarnarfulltrúa út úr svona opinberum byggingum eða svona þar sem hefðbundna forvarnarstarf fer fram og ná til unglinganna á þeim stöðum sem þeir halda sig og á þeirra forsendum og þannig hefur gengið oft að brjóta upp óæskilega hópamyndun sem hefur átt sér stað og vinna með hverjum einstakling fyrir sig við að leysa þau vandamál sem viðkomandi glímir við. Og þetta fannst mér bara svona ótrúlega mikilvægt að gera og ég myndi gjarna vilja heyra bara, hvers vegna fannst fólki góð hugmynd að skera þetta niður? Hlakka til að heyra. Takk. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Guðmundur Baldvin bæjarfulltrúi beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég byrja á því að bara þakka þeim bæjarfulltrúum Gunnari og Sóleyju fyrir ábendingar inn í þessa umræðu. Ég held að þetta sé akkurat það sem við erum að svona mikilvægt í þess þegar við erum að takast á við ekki bara þessi tillögur sem við vorum að vinna núna heldur þá næstu ára við séum svolítið að horfa á það hvernig við gerum hlutina og það er alveg rétt ábending á bæjarfulltrúi Gunnari að þarna vorum við að taka út nokkra líði einhver 20-30 milljónir sem að við vorum kannski að setja inn þá áður, tökum þar inn og þar á meðal annars þessi forvarnarfulltrúi sem bæjarfulltrúi Sóley minntist á. Þetta kannski kennir okkur það að við þurfum að vera bara dálítið mikið á bremsunni núna næstu við þegar gerð fjárhagsáætlunina núna. Við erum lítið að fara að bæta inn einhverju gæluverkefnum á meðan við stöndum í þeim sporum að við reksturinn svona í járnum eins og við sjáum fram á. Þannig að við þurfum alveg að vera vel vakandi við því að það sé þá ekki verið að bæta inn í rekstur nema að það sé þá hagræðing einhvers staðar á móti sem sé þá gerð til
frambúðar. Það hefur oft vilja að brenna við og við vitum það öll sem að stöndum í bæði bæjaráði og bæjarstjórn að það hefur verið komið upp liði sem að menn hafa verið að bæta í og ætla að mæta því með öðrum hætti og svo þegar kemur að fjárhagsáætlunin gerð árið eftir að þá er svona þetta, þá hefur þetta feitað út þessi hagræðing á móti, þannig að við þurfum að vera vakandi í þessum málum. Það sem að kannski bæjarfulltrúi Gunnar myndist á eitt af þeim atriðum sem hann talaði að hefði verið skorið niður sem alveg rétt, það þessi mannauðsstjóri í skóladeild sem við erum að lækka fjárhæðir út, mér minni það verið 4 milljónir. Það var hins vegar brugðist við með því að mæta því með öðrum hætti innan skóladeildar, þannig að þetta var svo sem ekki verið að færa þetta starf burtu. Forvarnafulltrúinn, mér skilst að samfélags- og mannréttindaráð sé á fullu þessa dagana að leita leiða til þess að mæta því og geta veitt þessa þjónustu sem að þarna Sóley segir, Sóley bent á að brýnt að leysa. Þannig að ég held og mér skilst að menn sé að reyna að leita leiða til þess að mæta þessum vanda sem til staðar. Það er talað það, bæjarfulltrúi Sóley talaði það að það væri nágrannasveitarfélög væri með mikla forvarnafræðslu og fleira. Það er alveg rétt en ég held líka að við getum verið afar stolt af því starfi sem við vinnu þegar í dag með börnum og úlingum, þó vissulega megi alltaf bæta í forvarnir, það er alveg rétt. Varðandi 10 milljónir sem að bæjarfulltrúi Sóley nefndi í menningarmálum, þá er það rétt að þessar tölur eru komnar, það er búið að ganga frá, eða sett samningsfjárhæðin klár, það á víst eftir að skrifa undir samningin og það stendur bara á einhverjum bara menn hittist og settist yfir og párið nafn sitt á blað, þannig er það nú síðast við bæjarstjóri áttu fundi með menntamálaráðherra, þá var það átti bara eftir að ganga frá undirskrift, þannig að mér skilst að það sé eitthvað sem að embættismaður Akureyrarstofu er að vinna þessa dagana, þannig að það finnst nú tími til að skrifa á þennan samning. Varðandi því að hvort að það sé að vera að taka út einhverja eðlilega þróun, það er nú þannig að jú, það er svona, við erum kannski að reyna hvort þetta er bara eðlileg þróun í málun hjá okkur, ég get ekki alveg hvernig maður getur orðað það, en auðvitað verðum við að vera pínu vakandi fyrir því að horfa á alla tölur og það er það sem við vonandi ætlum okkur að gera núna í fjárhagsáætlunargerðinni núna fyrir 2017, það er það að við svona rýnum betur tölur og það er eitt af því sem var í þessum aðgerðahópstillögum okkar, það var það að búa til svona betri grunna fjárhagsáætlunargerð og meðal annars eru við bæjarfulltrúi Gunnar í vinnuhóp þar sem verið að kalla eftir starfsáætlunum frá öllum nefndum, það sem komið svona betri talnalegar upplýsingar til okkar bæði til nefnda og síðan þá til okkar bæjarfulltrúa til að vinna með. Varðandi það sem bæjarfulltrúi Sóley nefndi samfélagsmiðla og þá umsjón sem við og verkstjórn sem við sáum fyrir okkur í Akureyrarstofu og ætlum að bæta í, það er eitthvað sem við erum að skoða líka núna þessa dagana, þó sem við sem að skera þarna niður eða tókum þetta út, þá eru menn að leita leiða til þess að reyna að finna svona hvort við getum einhvern veginn fært til verkefni til þess akkúrat að vinna það sem að bæjarfulltrúi Sóley er að vísa til, það er svona að vera virkur á samfélagsmiðlunum og það kannski kemur betur í umræðinu sem við eftir hér íbúalýðræði að þetta tel ég líkt og bæjarfulltrúi Sóley vera afar mikilvægt að við séum með í betri farvegi og kannski líka tökum svolítið til í þessu hjá okkur á þeim vígstöðum, við ræðum það nú eftir. En ég var svona, vildi koma aðeins upp og taka, en ég líka bara, þó svo ég kannski hafi aðeins hlaup hjá mig varðandi það að bæjarfulltrúi Sóley var ekki með þegar við samþykktum þessu aðgerðahópstillögu, þá vann hún með okkur og hafði ýmislegt til málann að leggja og við svona, ég held að hún hafi reynst okkur í þessum hópi alveg fullu starfskraftur allan tíman, en hún var ekki sammála svona kannski niðurstöðunni og við ætlum ekki að fara að taka þá umræðu aftur, en hins vegar hljótum við öll að vera sammála því að við reynum að halda vinnunni áfram og þessi aðgerðatillögur sem við erum búin að leggja til, að við sofnum ekki á verðunum þar heldur höldum þeim öllum vakandi og til þess að við náum betri tökum á rekstum þetta er framtíðar litið. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðmundsson hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Bæjarstjóri Eiríkur Björn hefur beðið málið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það var aðeins ein fyrirspurn sem að
formanni bæjarráðs kannski láðast að svara, það var allavega spurningin skólaliðana og kjarasamningana. En eins og allir vita þá felldu kennarar nýgera kjarasamninga. Þannig að við stöndum í nákvæmlega sömu stöðu eins og við fórum í þessa vinnu í vor. Þannig að aðgerðirnar sem slíkar standast fyrir sínu. En við þurfum að gera þetta náttúrulega í fullu samráði við starfsmenn skólana og þá aðeins sem þar vinna eðlilega og ekki síst náttúrulega þá kennarana. En að því leytinu til að bara vekja athygli á því að af því að samningarnir voru ekki samþykktir að þá standa gömlu samningarnir áfram. Þannig að þetta hefur það áhrif á umræðuna inn í framhaldi sem við verðum þá bara að takast á við þegar þar kemur. Öðru leyti held ég að formaður bæjarráðs hafi nú bara svarað öllu því sem hér kom fram eða allavega var spurt um. Takk fyrir. Eiríkur Björn bæjarstjóri yfir lokamáli sínu, orðið er laust. Gunnar Gíslason bæjarfulltrúi beðið um orðið. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, þar sem ég samþykkti þessar tillögur, þá ætla ég nú að stíga hérna fram sumum þeirra til varnar. Í fyrsta lagi þá það mjög frjálsleg túlkun bæjarfulltrúa Sóleyjar að þarna hafi verið flata niðurskurð að ræða. Ég held að það sé alveg útilokað að heimfæra flata niðurskurð upp á þessar aðgerðir. Því að það svo fjarri þessu, vegna þess að í raun og veru þá allar þessar tillögur sem að komu fram og voru samþykktar í raun tillögur frá deildunum sjálfum eftir að stjórnendur hafa sest niður og hins vegar get ég tekið undir vonbrigði bæjarfulltrúa Sóleyjar með það að það kom kannski ekki það útförðu sem að hélt að kemur. En það það sem ég bind vonir við að gerist í tengslum við þær tillögur sem við horfum með í framhaldinu. Svo aðeins varðandi skólaliðana, að því ég nú varamaður í skólanefnd eða varafulltrúi í skólanefnd og hef aðeins fylgst með þessu, þá veit ég það að stöðugildi skólaliða hafa verið reiknuð inn á skólana með tillit til annars vegar fermetrafjölda og hins vegar nemendafjölda. Nú hefur nemendafjöldi eitthvað farið niður á milli skóla og breyst, en stöðugildin kannski lítið verið breytt og það alveg rétt sem bæjarstjóri Eiríkur nefndi hér áðan að það var horft til þess að kjarasamningakennari gæfi svigrúm til þess að draga eitthvað úr þessum stöðugildafjölda í tengslu við gæslu í frímínútum og öðru slíkum verkum. Og mér skilst það hafi nú verið horft til þess að þessara tveggja þátta þegar að farið var að skoða þessi mál og eftir þeim upplýsingu sem ég hef aflað mér að þá hefur nú allavega tekist að mæta þessari kröfu svona mestu leyti á þess að menn telji það vera til vasa. En ég ætla ekki að meta það öðru leyti hér. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Ég ætla að biðja Sigríði Huld varaforseta að taka við stjórn fundarins og gefa mér orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ef ég man rétt þá var það hugsun okkar að fara ekki í flatan niðurskurð vegna þess að við vildum gefa nefndunum tíma til þess að fara yfir hlutina og taka þar af leiðandi ákvarðanir sjálf með því að fara í gegnum og forgangsraða vegna þess að við vissum að við þurftum að skera niður en við leyfðum þessum hlutum að vera inni. Við vissum að við þurftum að lækka þessa tölu en við sáum fyrir okkur ef við færum í það að segja nú þarf þú að skila mér á 2 vikum eða 3 eða hvað það 5% niðurskurði eða 2% niðurskurði, það væri ekki góð vinnubrögð. Og þess vegna ákveðuðu að hafa töluna eins og hann þó svo við vissum það að við þyrftum svo að spyrja nefndirnar hvað viljið taka út af því sem þið hafið fengið samþykkt sem var á þessum óskalista ykkar, hvernig sem við orðum það. Og þess vegna voru þessi vinnubrögð. Ég talaði svolítið fyrir því að nefndirnar sjálfar gætu tekið meiri tíma og tekið faglegri umfjöllun þetta. Það væri ekki einfalt mál fyrir okkur bæjarfulltrúa sem værum ekki í þessum nefndum, værum ekki að kafa inn í þessum málaflokkum, að skera niður og segja bara þetta bara 2%, 3% eða hvað það og vitandi ekki hvað afleiðingar það hefði haft. Þess vegna vildum við fá þessar fagnefndir til þess að fara yfir þetta og koma með tillögur. Og það var ástæðan fyrir því að þetta var gert svona. Það má vel vera að það hafi ekki verið rétt en mér fannst það bara ekki vera mjög faglegt að höggva þetta niður
einhver prósent á þess að vita hvað ég væri þá að taka niður. Takk fyrir. Fulltrúi Matthías Röggvason hefur lokið máli sínu og biður forseta að taka aftur við stjórn fundarins. Orðið er laust. Það sem enginn hefur hvert sér ljós, þá göngum við til atkvæðagreiðslu, þeir sem geta samþykkt þess að gefa merki. Þetta er viðauki sem við erum að samþykkja, fyrirgefi. Það er samþykkt með 10 atkvæðum, einhverjum móti, 1 situr hjá.